Jæja, velkomin á skjáin með okkur í lokakeppni annarrar deildar. Og þú ert búinn að gefa 3 minute warning, eða ekki? Já, og var einmitt að klára að raða mönnum hérna bara á sín stað á braut. Yes. Og og við erum búin að rísa þetta lobby og allt saman, þannig að sjá, það var held ég að við séum bara good to go sko. Það sjá ekki allir svona að sjá hvort að menn séu nokkuð á Inters eitthvað. Já, það var einn sem byrjaði á Inters áðan, það var hérna. Já, Sæmi var nefnilega á Inters alveg bara klukkan 31 sko, þannig að ég ákvað að senda inn. Já, það er ágætt. Þú veist maður náttúrulega ekki á áhrif á keppnina. Nei, það er svona, ég get alveg sagt ykkur það er ekki gaman að vera á Inters í hérna á þeirri braut. Nei. Hann Illugi einmitt tók þátt og var á Inters í opnudeildinni og hann tók vistaringin á Inters og hérna já, sætti sig hann á mig að hann væri komin í Inters-klúbbinn. Herra, þannig að ég var ekki bara að henda þessu stað og sjá hvað gerist. Já, klálega. Síðan að hann Haukur Einars, hann á gilda Porsinu sínum hérna. Aja. Gullfallur. Já, hann er búinn að tryggja sér sigurinn, ef maður rétt. Já. Hann er með gríðarlega hraða. Heldur betur. Hann er að fara upp í fyrstu deild og hann er alveg kontender fyrir sigurinn þar líka sko. Hann er nú bara... Já, klálega sko, hann er bara kontender í sigur í úrval sko. Já. Hann er með gríðarlega hraða. Heldur betur. Það voru konur á stað hérna. Sæmi, hann er hraður líka. Herru, rúðuþurrkur í gangi hérna. Nei, ok, það er bara pálmarinn hefur kveikt á þeim. Herru, það er flautt á brautinni. Já. Það er ekki samt í... Ok, á ekki að kíkja... Ég skal kíkja í veðurátarinn. Já. Herru, við eigum von á rigningu. Já. Eða þú veist, þetta er svona, það er rigning á köflum sko. Veistla. Þetta sýnist mér fara að vera veisla. Tökum því fagnandi. Hvað gerist í Ólaf hérna? Hann er hérna bara 8 sekúndum fyrir aftan. Fyrsta sæti. Nei. Herru, já. Hann er bara ekki verið við sætið, eða eitthvað. Já. Herru, Binnir og Soft. Hún kan ekki fatta að það væri hérna, það var ekki tímaldag. Já, ætli það nokkuð. Það er alltaf að starta þetta bara stíðatöflu. Hér í kvöld. Já, í opnu og annari, eða ekki. Já. Svo tímatökur í fyrstu og úrvals. Já. Og Ingi hérna með skilabóð til Turtle. Hann segir að það hefur ekki farið fyrir sig, þannig að no worries. Það, þú ættir hennar sigur alveg skuldlaust. Já, klálega. Og þú kannski rennir yfir dekkin fyrir okkur. Herra, já, ég gerði það. Hann Haukur byrjar á hard, Sæmi byrjar á hard, Valli Matt byrjar á medium, Pálmar Henry, hann er á hard, Dotti er á medium, Jón Ótton á medium, Danni hard, Binni soft, Jónas, Addi og Ólafur á hard. Yes. Þannig að hann Valli er að fara að gera held ég svolítið góða hluti en á fyrsta hring sko. Já. Dotti og Pálmar henni hérna hlið við hlið. Já, Dotti með innri línuna hérna. Og Jón Anton fylgist með. Spenntur að sjá hvað gerist. Og Dotti fer fyrir aftan Pálmar henni. Ekki gaman að fara hlið við hlið hérna. Þá erum við að skýtu vinstri dekka Pálmar. Jónatan þar á eftir. Hann tapar rosalega tíma í beygju 3 bara á GP-gaflanum.
Ég sá að hann datt niður nokkur sæti þar. Strax búin að mynda hérna 1,5 sekundi í bíl. Danni alveg ískott en Jónatan líka. Danni náttúrulega með hraðasta bílinn í, allavega í upptæki. Já. Danni smá bremsu. Bremsilúsin í gangi hjá honum. Nei, þetta voru ekki bremsilús. Þokaljós. Nei, bara aftan. Það er eins og þú veist, það er svona miðjuljós sem lúkar eins og það ætti bara að vera í gangi þegar þú bremsar. Það er lítið að gerast hérna til að byrja með, en hann eru bara svona halda sínum stað. Það er þess að leiða herriðsinn að setla inn. Valli þyrfti að vera örlítið nær honum Sæma til að koma á fyrsta almennilega beinakaflan hana. Eða annan beinakafla, basically. Sem kemur eftir næstu beygju. Herriði, Doddi og Pálmar alveg í hnapp. Og hann sendir hann. Já, Pálmar beygir svolítið inn í hann. Og hver fór út í grasið þetta á Danni? Binni siglir fram hjá Ásoft ekki þá. Þetta er einn hringur hraður hjá Binna Ásoft sko. Hann þyrfti helst bara að fara í... Ég held að hann kristi ekki 2 á fullum bíl. Ásoft sko. Það borgir sig heldur bara ekkert sko. Nei, þú ert orðinn hægari metið þetta ekki ná öðru hringnum sko. Já. Það var spurning hvort hann takir þá hard medium. Nálgast Jónatan. Ætla hann taka dífuna? Nei. Pálmar Henry aðeins búinn að dragast aftur úr. Já, þeir eru náttúrulega báðir á medium, Doddi og Valli. Doddi fer einn aðeins upp og Carousel og tapar tíma. Nær samt að halda sér á striki. Já. Hérna tapar hardekkin svolítið, en menn á að negla þetta á medium. Sem þeir eru ekki að gera. Það er sem sagt Doddi og... Svo finnst mér mér finnst betra að elta í svona 0,8, 0,7 heldur en í 0,5. Fattir það? Þá er maður komin í svona dirty air, svona... Hérna... Kapla, að þú veist svona distansi frá næsta bíl. Klálega. Þá fyrir maður að undirstýra og annað sko. Herru, það er rigning. Það er komin rigning. Það er komin rigning. Hóhú! Hell yeah. Þetta gæti komið sér vel fyrir Binna. Þetta er nefnilega, þetta eru stutti kaflar og þetta heldur sé alveg inters rigning sko. Já. Þetta voru svolítið svona dökkbláir kaflar inn í ljósblá. Svo erfitt að reikna. Já. Þetta er ennþá alveg bara dry weather þangað til þetta kemur upp í fyrsta striki sko, þannig að þið þurfum ekki að fara svona rosalega varlega sko. Þetta er svona alveg að detti í það. Doddi er hérna að ná innan á hann Valla, nei. En viljan er bara komast út á beinakaflan áður. Já. Já, núna það er alveg bara... Örlítið. Svo erfitt að reikna með þessari braut sko. Það getur verið rigning á einum endanum á brautinni en svo þurft hinum einn sko. Já, akkurat. Þetta er veisla, við erum að fá alveg rigningu loksins. Þetta er fyrsti hringur af 8. Herru, Doddi að gera allu en er bara ekki í draftinu. Hann gæti stólið draftinu. Akkur er hann ekki meira fyrir aftan sama?
Hann slæðir af. Þeir eru tæpir í þessa beygju. Hún er greinlega nú fyrir að menna að vera að slá. Gulflögg. Já, Hver er úti? Haukur. Herðu, Binni, Haukur, Binni allir í vekkin. Jónatoni. Hvað er að skilja Fyrir aftan það? er Nú, þetta er bara chaos. Herðu, það er chaos. Herðu, Pálmar fór beint í veg fyrir Jónatan. Þannig að hann þurfti að bregðast við. Nei, og í Pálmar Henrys nú, vá, þetta er rosalegt. Bara loksins þegar ég fekk hérna kamerunni í rétta átt og það var bara Vá. Herðu, Jónatan heldur áfram. Nei, hann fær 3 sekúndur. Var hann næstum búinn að missa pitinu. Já. Það var bara leið og hérna kameran sneri í rétt átt, þá voru menn bara krossandi út af og eitt sneri öfugur hann eitthvað og það var eitthvað meira allir út all. Herðu, sérðu þið rigninguna? Þetta er komið út í vett veður næstu. Já, einhver er hann að fara út á vett sínst mér. Einhver á Inders. Já, Valli fyrir út á vett, Binni fyrir út á vett. Restina grittinu fyrir út á Inders sínst mér. Sæmi komið fremstur. Haukur hefur þurft að gera við skemmt hana. Já. Herri, þetta er að breytast í veislu. Heldur betur. Já, Valli er á vetts. Já, Valli er á full vett, sko. Hann þarf meiri rigningu. Já. Haukur er að reyna á hann hérna. Já, stingur sig undir hérna það. En sko, horfandi á, rigninguna með Valla, það er eins og sem minni hjá Valla, þess að mælirinn. Já, það er rétt. Hann er meira inn í intermediate heldur en hinnir. Já. Ætla að sé að því þeir eru á Inders. Nei, það er ekki skipin innmanni. Nei. Sko, ég hef séð þetta áður á þessari braut. Mér finnst þetta mjög skrítið. Allir fyrir aftan. Já, ok, þetta gæti verið að því að þeir eru að keyra í rigningunni og eru kannski að minnka bleytina eða eitthvað á breytinni. Gæti verið, sko. Að því að þú horfir fyrir aftæði, þá er þetta næstu komið bara niður í, já, bara dræð. Já, það er bara komið lína eftir alla hinna bíluna í rauninni. Já, spurning hvort að það hafi svona mikil áhrif. Þannig að því aftar sem það er, því betri settir ertu á með Inders. Já. Þú ert basically að ryðja brautina, svolítið. Það veist, allan eftir þessa dæma. Já. Binni heldur sér á braut. En þetta er enda svolítið skemmtilegt. Það fyrsti sæti, þeir þurfa að ryðja brautina, það er aðeins meiri rigning, þannig að hinir hafa aðeins meiri séns á að catcha up, sko. Já, það er alveg skemmtilegur punktur. Haukur er komið fram úr Sæma, við mistum að því. Já, og alveg með 2 sekúndur í hann. Og líka Valli alveg að koma í skottið á hann. Já, nú sjáum við að það er svipað hjá Valla og Sæma núna. Já. Svona þegar þeir eru báðir á sömu línu þar að segja. Já, akkurat. Svo er þetta það blautara á minna, Hauk. alveg töluvert. Herðu, það er byrjað að regna meira. Já, þetta er okkur þetta sem að Valli þurfti. Núna, akkurat. Þannig að ef maður er fremstur, þá kannski vill maður skella sér á vetts. Já. Það er líklegri. Það er alltaf eftir rigningar mappinu, en akkurat. Ef það kemur svona hörkur rigning inn á köflum, þá er það greinilega betra. Já. En það verðist bara að hafa rignt smá, en þetta reyndar er svona koma svona dökkblá ský inn á milli. Binni út á gras. Hann er bara í rallakstrinum hérna. Já. Danni fram úr.
Jónas alveg í skottinu á hann. Nú veit ég að Hugo öfundsjúkur út í hann Jónas að vera á bjöllunni þetta tímabilið maður. Segðu. Já, Val á vett. Já. En sjáðu Jónanton, sjáðu ekki á Jónantoni hérna aftast. Herri, já, what? Herri, þau eru svona sliti. Já. Og Binni líka á vett. En samt fremstu menn bara með fullkominn dekk. Já, það er ábyggilega þegar línan er svo þurr hjá þeim þarna aftar. Já, þeir þurfa að kæla þig. Já, þeir þurfa meira að kæla þig. Í blöytulínu. Já. En þeir eru nánast bara á, sko. Já, bara slikum. Þeir gætu verið á slikkum bara hann aftast, sko. Allan eins og þið núna. Já. En það er hræðilegt að vera svona á slikkum og elta þessa, þú veist, þurru línu, sko. Þetta er oft ekki línan mann sjálfs. Akkurat. Þetta er oft svolítið furðulega lína einmitt sem kemur upp, sko. Já, þetta er svona fixed lína. Já. Hvað er það? Það er Jónatan í alvöru veseni með dekking. Hann þyrfti eiginlega bara að koma inn á ef að rigningin verður ekki meiri á slikka, sko. Já. Til að bæta upp fyrir. Dotti farin að segja hérna á Valla núna. Það er Jónas kominn fram úr bæði Adda og Binna. Já. Var það ekki? Nú er alltaf erfitt fyrir okkur að fylgjast með öllu sem er að gerast, þannig að við reynum að klárlega, gera okkar sko. besta. Það ég man að bjallan var öftust af þeim. Já. Pálmarinn er út í grasið. Og þú veist, sjáðu línuna hjá Hauk, hún er ennþá bara næstu í vett, sko. Já, þú sér þetta ekki næst. Það er ekki einn rauður, örlítið rautt strik. Já. Ein lína af pixlum. Já. Svo sem svipið hjá Sæma, en mun þurfur að breyta hjá Sæma samt. Já. Ætti að vera með örlítið meira grip heldur en Haukur. Já. En Valli þarf meiri reglu. En það virðist vera að sé svolítið bara að stytta upp í það. Já. En síðasti klukkutími sagði mappið að það væri bara reglulega rigning, bara örlítil svona pása á milli, sko. Já. Össins veistlega er þetta maður. Já, heldur betur. Dotti er að nálgast Valla hratt. Hann er á Inters á móti Valla full vets. Já. Hann er klálega að fara að taka hann á beinagaflunum. Nú hljóta einhver af þessum aftari mönnum að taka sénsinn á slikkum. Já, en sérðu líka, akkurat, Haukur, hann sé bara, ekki séns að sé bara að taka slikka, en svo kemur hann örugglega á fyrsta helminginu og þá er alltaf línan örugglega ennþá þurr þar. Já, akkurat. Þannig að hann er bara að slíta gríðarlega á næsta hring, held ég. Já. Það verður fróðlegt að sjá þegar ef hann fer fram hjá pittinum, hvernig línan verður þegar hann er komið fram hjá pittinum. Svona þegar hann er búinn með svona fyrsta sektor cirka bát. Akkurat. Þetta er svolítið villandi, akkurat. Þú veist, þú getur ekkert verið með sömu, ég veist ekki að þetta væri svona mikill mismunur. Nei, og líka þetta væri svona. Ég sé ekki að make neitt annað sens en að þetta sé einmitt, þú veist, af því að fremstu maður er að taka vatnið af brautinni í rauninni, sko, og svo næstu menn þar á eftir, þú veist, þá er græða afturstu menn mest, sko. Já, akkurat. Þú veist, Jónatan er hérna bara á línunni niður í slikka, sko. Þú veist þegar, sko, Jón Anton, já, sagði hann. Já. Jón Anton, hann er akkurat bara búið með tegn. Haukur heldur áfram, Sæmi heldur áfram, Dotti heldur áfram. Það besta fyrir Jón Anton. Pálmar henni kemur inn. Já, ok, let's go. Danni kemur inn, Jónas kemur inn,
Já, Þeir eru akkurat. bara, já, sýnt þetta skrítið. Já, ég vissi ekki að þetta væri svona. Herði, Doddi og Valli lendi í einhverju vesinni. Replay. Djúpt hérna Doddi og Valli spinnar. Já, ok. Valli tekur bara í rauninni handara hérna inn í beginu. Já, ok. Ég veit ekki hvort hann hafi tekið í handbremsuna, þetta leit út eins og handbremsubega. Já, ég hef gert það. Það er stundir sem er allt og djúpur og það er bara rikkina, en það þarf bara að passa líka að fóra nógu grimt á gjöfun aftur en fara sér aftur af henni, þannig að hann sé ekki í bara hlutleysum. Já, sérðu brautina hjá Hauk núna? Núna er bara þurr lína. Já, akkurat. Já, þú sér dekkin hans, Vala, já, má sjá, en má sjá, Haukur, já, þau eru strax byrjað að eyðast meira þegar þetta er að hrynja á þessum hring, sko, og líka á Sæmur alltaf. Valli hefði átt að fara inn bara og yfir á slikkuna. Já, bara Haukur, Sæmi, Doddi, bara allir. Já, það er náttúrulega ógerlegt að fyrir Hauk að vita það, sko. Já. Hann hefði ekkert getað að vita það. Þannig að Danni er fremstur sem er ekki á regndekkjum. Já. Pálmar henni tekur hörð, Alli tekur medium, Jónas tekur medium, Binni tók hörð. Já. Ólafur er að koma út vantarlega á hörðum. Jájá, þeir eru bara komnir í þurft hérna stakkarnir fremst. Já, eitthvað bara þurr í gangi hérna okkur. Það er minnsta bili hérna milli Adda og Jónasa sýnst mér. Báður á medium. Og Jónas aðeins út í grasið. Nú er Danni 40 sekúndum á eftir fyrsta sætinu, 24 hérna á eftir hún Valla. Hann ætti nú að rífa þetta bil svolítið vel niður. Já, hann er komin á þá, hann er komin á medium, vel gert. Já, hann er komin nefnilega á medium, sko. Hann er að fara að saxa þetta bil, þú sér að dekkin hans er ekki að fara að endast allan að hring hans Valla, sko. Nei, það er bara ekki séns. Og hérna... Skarkandi veisla er þetta maður. Já. Við þurfum þetta eiginlega í úrvalsdeildina. Akkurat. Sérstaklega þegar ég verður örugglega aftarlega, þannig að ég verð í góðum málum. En Ingi segir einmitt hérna, þetta er frekar galla hvernig brautið þotnar. Munur fyrir aftast á fremsta er mega mikill. Og jú, þetta mætti kannski vera fullkomlega, en þetta er svo sem bara náttúrulega, eins og maður sér í kappakstri, þetta er kannski að gerast full hratt þannig. Það er alltaf make a sense að svo sem er fremstur og fær náttúrulega mestu bleituna og svo næsti fær aðeins minna og næsti fær aðeins minna. Valli misti hann aðeins út í vegg, fekk skemmt hérna. Já, sá það. Já, og það er náttúrulega heavy damage. Nei, það er ekkert heavy damage. Nei, það er light damage. En hérna, en jú, akkurat, þetta er svolítið galla, en svo líka ef það hefur ekki ringt í rauninni meira, ætti maður í rauninni að geta gert ráð fyrir út frá þessum upplýsingum sem við erum að fá akkurat núna í rauninni, núna veit maður þetta. Akkurat. En skrítið maður hefur ekkert tekið eftir þessu áður. Nei, ég hef tekið eftir því, sko, þegar við höfum verið að æfa á svoleiðis, þú veist, að þeir sem eru aftar eru með þurrari línu heldur en þeir sem eru fremst. Já, ok. Þú veist, ég hef tekið eftir í keppni, sko, en ég held að það væri bara eitthvað glits í lobbyinu eða, þú veist, við höfum talað þetta, sko. Já, nokkulega. Þannig hérna...
En þetta meikar alveg sens, þú veist, að þetta sé ástæðan. Já, nokkulega. Já, þeir spreyja bara, þú veist, svona eins og þeir íti vatninu frá línunni. Já, akkurat. En nú Valli komin í alvöru vesen, sko, alveg allt of snemma, sko. Já, mér syns Illugi vera komin hérna í chatið. Framgið, þú Meira segja. fyrst þriðja sætið í Illugi áðan. Það er mjög gott. Já, Valli er bara búinn með dekkin. Já. En velkomin í Intersklubin, Illugi. Ég er þar með þér. Rót Atlanta. Akkurat. Nema, hvað, þú byrjar réttum dekkjum en þú fórst í pit og settir á Inter. Já, í glampandi sól. Það er ekki eins og hægt að rigna á brautinni, sko. Nei. En það var gull. Já, gull. En það lifir það ekki að þér. Nei. Það fylgir þér að eilífu. Já, heldur við þér. Ég tók allavega annarsæti, Illugi tók nú þriðasæti, þrátt fyrir þetta. Það er bara, ég segi það sé bara mjög gott. Það eru Dotti og Valli hérna í alvöru vandræðum. Já, alvöru vandræðum, sko. Nú er Danni að koma bara á siglingunni hérna, sko. Já, Valli er búið með vinstra fram og Dotti er búið með vinstra aftur. Og þeir eru að klára hérna. Það er hérna. þetta meistaralega að forðast kantana. Já. Að halda sér inn á línu. Þannig það, maður er hægur í þessum hérna aðstæðum, en þú ert samt hraðari og Dotti er búinn að snúa hérna. Já. Já, maður er alveg tölvöld hraðari, en þú ert aldrei að ná að halda þínu peysi eins og það þurrum. Þú veist, maður verður nefnilega að passi. Maður þarf að fara eftir þessum teinum sem að þurralínun er og passi algjörlega köntum, að þeir eru bara eins og svell, sko. Akkurat. Hvernig, já, Haukur er líka alveg að vera búið með dekkin. Hann er að koma hérna inn á beinagaflan. Og er bara að elta blautu línuna, sko. Já, bara tókaðist út af, sko. Já. En hann er með góðan buffer, samt. Sæmi verður að passa sig. Já, Sæmi nær góðu exti. Með aðstæður. Já. Danni komin upp í þriðja. Já, Haukur er bara komin bara á striki. Já. En það er hann bara að keyra eftir blautu línu hérna. Það eru bara hérna í kantinu sikurum veginn. Já. Og hann getur líka verið með hennar hraða á fjastringu sem er alveg gjörsamlega óskiljanlegt. Ha, hver er á fjastringu? Er Haukur ennþá á fjastringu? Ja, hann reyndar keyrir oft hérna grúp 3 á stýri, en hann keyrir samt oftast held ég á fjastringu. Já, sæll. Ég gæti ekki ímynda mér að eins og að vera... Ég er ekki viss með grúp 3 sko. Allan grúp 1 og hérna svoleiðis, svona downforce. Já, þá koma þeir inn. Það verður fróðlegt að sjá hversu nálægt Danni verður þegar þeir koma út. Svo spurning hvort þeir ættu bara að taka soft, hvort að rigningin komi aftur bara á þessum hringi eða fattur ég? Já, það er nú svolítið bjart yfir samt sko, en ég veit ekki hvað segir. Já, ég skal kíkja á það. Sko þetta á þessu mappi þá lúkkar þetta eins og að komum bara kannski hrings, þú veist, pása og svo komum bara ný skíakafli sko. Já, ok. Nei, byrju. Nei, núna... Nei, mér sýnist bara ætla að vera bjart núna. Já. Danni nær Sæma, en Haukur heldur fórustunni. Let's go. Valli hérna dottinn niður í 5. sætið. Spurning Addi næri fyrir hann. En Sæmi er... Jónas, jafnvel Jónatan líka. Og Danni úti. Já. Þeir eru eftir að eiga skemmtilega baráttu held ég. Já. Líka sko, það er svo erfitt í þessum aðstæðum að vera komin, að vera hraðari maður fyrir fram að þig, af því að það er svo hættulegt að fara út fyrir línuna. Þú getur ekki tekið fram úr, þú verður bara get a move on! Akkurat. Af því þú veist, þú getur ekki tekið dífuna því þá ert þú bara leiðin til hvergeðis. Akkurat sko.
Hvað að gerast þetta niður á braut? Það lítið að gerast svo sem Dotti kominn í bit. Já, hann bara... lenti í vesinni, hann var í Hann var góðum fulla. málum hann Já. En hann þarf að passa sig út úr pittinum, það virðist vera mjög blautt í pittinum. Já. Það spurning hvort að þetta rigninga... Það Ólafur. Ólafur að ná Dotta hérna. Já. Já, þú veist, að komast í skotið á hann. Og Svo hann á hardekkinum. Svo hættulegt að koma út úr pittinum, sko. Sérri, Ólafur næði fram úr hann. Já. Dotti Já, náttúrulega svo kemur hættulega. út í blautu. Fer út. Ó. Já. Þetta, já, Já. hann næði samt að halda þessi. Nei, jú. Já. Mér finnst oft líka, þegar menn eru að berjast, að vera með hann að chase kami, það er oft gott líka, en kannski ekki núna endilega. Já, í sumum brautum það bara must, sko, eins og fjallinu og svoleiðis. Það sem er svo þröng. Já. Jónatan. Var Jónatan ekki búinn að taka hard eða? Byrjar ekki, nei, hann byrjaði á meti. Ég hugsa að ég hefði nú svona alltaf tekið mediundekina, það er brautum svo köld ennþá. Já. Búið að ná jafnvel einu hringi viðbót á, eða eiga ferskari dekk, sko. Já. Ég er bara ekki viss hvort að endilega jakkinn myndi geta gert það, sko. Eða þú veist, hann er ekki alveg, ég held að það sé svolítið böðull á framdekkin, sko. Já. Að sjá, það eru næst. Það er bara Sæmi og Danni, sko. Þeir eru bara ennþá með 1,5 á milli sín. En þegar akkurat Danni fellur niður fyrir helming, þá er Sæmi með þetta ferskari dekk og gæti það alveg strýtt honum. Já, svo er náttúrulega... Ring, minna slitnum það ekki. Já, svo er náttúrulega pittstarti og öllum alveg farið út úr gluggan, sko, þannig að það var líka eftir að hafa áhrif. Já, klálega, alveg 100%. En ég sé núna að þeir áttu ekkert rosalega ósvipuð dekk svona þegar Sæmi kom út úr pittinum. En sér dekkin að Danna, hann er að rústa framdekkinu sínu, sko. Já. En Danni náttúrulega fór inn hring á undan líka. Já, hring á undan, sko. Já. En ég veit að hann er náttúrulega ekkert sérstakur heldur á framdekkin ástunum, sko. Hún langar svolítið að undirstýra. En ég held að þessi braut samt hendunum ágætlega, sko. Það er spurning hvort að þetta rigninga-setup hafi komið í einhverju uppdættunum bara án sem maður hafi vitað að því hreinlega, sko. Svo er það, þú veist akkurat, þetta hafi verið öðruvísi áður og maður hafi ekki tekið eftir þessu fyrir núna því þetta var að koma bara með einhverjum breytingum, sko. Já, ég hef aldrei séð þetta svona skýrt allavega. Ég hef tekið eftir þessu á Nürburgring. Sammála. Og þá bjóst þetta væri eitthvað time of day í villa eða eitthvað svoleiðis, þú veist, eitthvað svoleiðis glits. Já, akkurat. En við resetum alltaf hann bara rétt fyrir og að koma engins. Spectator glits eitthvað. Já. Eða þú veist, einhver kom seinna inn í lobbyið og eitthvað svona, þú veist, þannig, sko. Nákvæmlega, akkurat. En það ætti ekki að eiga við hérna sem að hafa reset á lobbyinu fyrir keppni. En mér finnst það svolítið skemmtilegt samt. Þetta er skemmtilegt líka sérstaklega því að fremstu menn, þú veist, þeir eru kannski búin að stinga af. Já. En þeir halda þessi ennþá bara næstu fullvettsveður meðan hinn eru bara, herru, ég ætla bara að vera soft, sko. Akkurat. Eða með því, akkurat, þú veist bara, þannig að þetta hristir aðeins vel upp í hlutunum, sko. Mér finnst það, ég hugsa að þetta jafnar aðeins til að leikinn. gera kappaksturinn skemmtileg, já, kappaksturinn skemmtilegri, sko, þú veist, þannig að, en það er samt svolítið gali að maður geti ekki, þú veist, fattaru, séð fyrirfram einhvers konar útkomu Já. á þessu. Þú veist, Akkurat. hvort það, þú veist, Þetta er svolítið happa glappa bara korta, sko. já, þú veist, þú kemur bara, hann er bara rétt fyrir neðan, þú veist, fullvett strikið hjá Hauki. Og hann kemur og byrjar næsta hring, þá bara allt í einu komið bara medium við þér, þú veist, medium lína.
Veist, en það samt akkurat gott, þú veist, mér sýnist að vera dreift svolítið jafnt í rauninni, þú veist, við sáum á hann hjá Valla, það var þetta örlítið minna hjá honum, svo þetta bara minna því aftar sem við fórum, þannig að þetta svona gefur hinum meiri sens. Já, og svo þeir sem voru aftar en náðu fremri mönnum, þú veist, þá var orðið jafnt. Jöfn sem sett bleitan, sko, þegar voru hlið við hlið. Já, akkurat, þegar hann var komin upp í top 3, þá bara voru mjög svipaðir. Það er top 2, en hérna, já, þyrfti ekki bara að vera með í fyrstu úrvalsdeildinni, það er einn sem veit hvernig veðrið verður í hvernig greið og hann segir engum það. Heldur þetta bara eins og einhverju mesta leyndamáli og hérna, svo bara, já, ok, það gæti verið þessi braut. Nei, það næsta braut, þannig að þetta svona, það gæti verið skemmtilegt. Nei, Sæmi fer upp á kantinn. Og Danni svoleiðis. Danni í turbo góðu máli með hennar, sko. Heldur betur. Hann á 1 hring eftir á þessum dekkjum, mögulega. Jó, hann á 1 hring eftir. Hann verður að kæla þig. Hann verður að kæla þig núna á beinakaflunum. En Jón Þór segir einmitt hérna, Jökull ætti kannski að prófa að vera aftur á æfingum og Jó að mæta á æfingar, þetta er búið að vera lengi. Við fáum aldrei dreikmanna. Gott í bísíku, þetta látið testa manndómið. Sammála, ég er búinn að vera lítið, ég er ekkert búinn að stíga í stólinn eiginlega helgina, sko. En ég líka búinn að taka alveg nokkrar æfingar í síðustu viku og ég bara svona nokkurn veginn á peysi bara. Já, ég er búinn að taka eina æfingu, það gekk svo smá ágætlega, ég var ekkert að gera neinn mistök eða svoleiðis, þannig að það kannski kemur manni eitthvað upp, satt ekki, það er svo, menn eru svo mistaka-lausir þarna í þessari deild, það er óþolandi. Klálega. Það er ekki mikið að treysta mistök allavega. Nei. Og Danni djúpur hérna út í blautu línuna. Herru, ég sá að Sæmi og Pálmar voru að skipta sæti. Sæmi er örugglega snúið í fyrstu beygju, hugsa ég. Þegar Pálmar er komið það langt fram úr honum. En já, þetta er alveg rétt í Jón Þór. Nei, og Sæmi, út í vegg. Nei. Og skemmt. 12 sekundur í Adda. Það þarf að passa sér núna. Þannig kemur Addi. Addi kemur á flegiferðina. Já. En Sæmi er á töluvert betri dekkjum. Já. Jónas í bit. Jónas í pitt, Jón Anton. Getur þú að Jón Anton komi bara í pitt núna? Herru, hann er bara í fyrsta gír fastur. Það er eitthvað vesen í gangi hjá honum Jón Anton. Hann var bara í fyrsta gír, bara í útslætti. Sér það. Það er eitthvað vesen með stýrið hans, það getur verið. Spurning. Dotti hérna gæli dekkin. Það er sniðugt, sko. Þú gæti bara fengið heilan hring, eða þú veist, þú vilt ekkert endilega taka einhvern heilan auka hring á hard, en samt að nýta tækifæri, því þú veist, eins og sérstaklega með medíum, ef maður ætlar að taka þessa 3 hringi, þá þyrfti maður, ef við værum í þessu veðri, þá þyrfti maður akkurat að kæla þau vel, því 3. hringurinn er mjög tæpur, sko. Já. Herru, Addi komið fram á Sæma. Herru, það er svoleiðis. Og alveg 9 eða 10 sekúndum. Já. Já, hann alltaf lendi í vegnum á Sæmi. Já, en Addi var fyrir aftan hann samt. Hann hefur lendið í einhverju auka vesinni. Já. Þetta er alveg máli, maður verður að æfa svolítið rigninguna. Þú veist, eins og þú veist, mér þykir oft gaman, en ekki að skemmtilegast sem maður gerir, en nei, ekki sérstaklega svona löngum hring. Það er erfitt að
Já, fá sér æfa alveg heilt eitthvað rigningalobby á slöfunni. Það maður sé að Danni Haukur bara í sér flokki þetta sko. já, Eins og hefur líka sannað sig út tímabilið já, heldur betur. Já, hann bara að pússa á þessari línu sko. Já, ég er bara að vera að sjá það sko, hann er bara að taka kantana á allt saman sko, hann bara... Já, hann er bara að riska millimetrum í blautu línuna sko. Þetta er líka fjólubláður 5,7. Þessi fjólubláu tímar sem maður færi upp, þeir geta verið svo hættulegir sko. Já, það getur verið að pústa og of sko. En maður sjá, ok. Danni er í toppmáli mér í öðru seti held ég sko. Já. Hann pittar á næsta hring og tekur síðan mögulega, maður sjá, hann pittaði basically á öðru hring. Já, sko pálmarennir fyrir aftan hann er á hörðum og næstu í jafnslitinn dekk sko. Addi á medium líka, næstu í jafnslitinn dekk líka. Ef hann nær að kæla þig á fyrsta hringnum sínum, þá held ég að geta tekið medium bara til loka. Ef hann byrjaði að hard þar að segja. Og svo er hann nú að breikka aðeins þurra línan, það er spurning hvort að... Já... Kannski verður orðin aðeins þurrari brautin á næsta hring. Já, akkurat. Alveg örugglega. Pottet. En samt alltaf einhvern veginn luma þessar blautu línur á auðvitaðverði. Sérstaklega á köntunum sko. Já, það er nefnilega já, sérstaklega á köntunum sko. Það er virðast hanga heilengi sko. Já. Það sér alltaf breikkar sko á þurralínu. Já. Svo fær maður að treysta á að hún sé orðið þurrbrautin og þá lendur maður að Danni í vegginn. Pálmar Henry, að sjá, hann bremsar nú. En nú held ég samt að Sæmi komi inn á eldi. Hvað Addi er hann á... Já, Sæmi kom hann aftur fram á radda. Já, við mistum að því, já, kannski nærðu því á í replay. Það er svo stutt síðan, eða þú veist, stutt á millið þeirra. Ég held að ég hef ekki náði því sko. Þetta reyndar allir kaflin, já. Finnst líka líkild að það hefði gerst í beyginu fyrir hennar beinakafla. Já. Það er svona ef maður fyrir örlítið og djúpt. Það er binnir á bara þokkalegum hart en á bara bensín út þennan hring, basically. Með Valla Matt 3 sekúndur frá það. Sjón Antoine er búinn að vera í smá vesinni. Já. Hann er kominn hérna fyrir aftan. Já, hann var að pitta. Já. Eins og hann er með hraða, sko. En ég heldur að hann sé líka... Ég er ekki búinn að sjá mikið í lobbyum, en hann er ekki mikið æfður, veit ég, sko. Já. Þegar ég kem með vörmu. Les. Ég heyraði bara að Jónatan hefur verið að slæta svolítið. Já. Það er einmitt komið barða hérna milli Valla og Binna.
Valli og Gunna. Já, Valli að ná honum grimmt hérna. Já, ég ætla að segja að halda bilinu einhverstað þarna svona, þarf það að koma inn á beinagaflan. Já. Hvor tekur beina betur. Valli fer vítt og fyrir til blautu línuna. Fær skemmt í leiðinni. Þetta nefnilega, þessi beigja svo hættuleg, hún dregur mann alltaf vítt, þannig að sérstaklega í blautu, þá verður maður akkurat bara að slá sem að ekstra af. Svo Danna á Pálmarenni hérna. Herri, wow, Pálmar er miklu meira bensín alltaf. Já. Og bara 0,4 sekundar á milli þeirra, þannig að Pálmarenni er að koma vel að undan honum út. Já, langt að undan. En þá hefur Danni gert eitthvað mistök, því það var ekki svona stutt í Pálmarenni, já. Nei. Þannig hefur lent í ykkur vesinu hana í loka kaflanum. Já, Pálmarenni er komin út. Já, hann kemur alveg, já. Þetta eru að passa sig náttúrulega út af pittinum. Já. Já, og svo þetta náttúrulega bremsar í ógeðslega blautu. Já, ok, þannig gerir þetta rétt. Og þetta eru þá menninir sem pittuðu strax hana. Herru, Valli kemur alveg spólar fram úr Sæma hérna. Sæmi kemur út af pittinum. Aðeins út af blautu. Og Jónas, hann snýr akkurat. Commentator's curse. Og bara þú sagðir Jónas að hann spinnaði. Já. Ég ætla akkurat að segja, hann stutt eftir þeim. Þetta var leiðilegt fyrir Jónas. Djöfull er þetta búið að líða hratt. Við erum á 7. hring. Já, heldur betur. Þetta er búið að vera nóg að gerast líka, það er rigning í geimur. Já, heldur betur. Og Haukur núna hérna 1,5 mínútu á undan Pálmarenni. Hann, ég veist, já, hann ætti bara að vera náttúrulega í úrvalsinni. Já, en hann er reyndar á eftir að pitta. Það eru allir búin að pitta hérna fyrir aftan hann, sko. Hann er bara að taka 2 hringi, ætli brautin sé nógu köld fyrir soft 2 hringi eða? Stæpið. Já, ég held ekki lengur, kannski þannig fyrst, sko. Og líka, hann er tæpur að klára þennan hring á medium, sko. Já. Af því að hann er ekki komin lengra þetta. Hann er svo grófur á kantana og allt saman. Hann er ekki að spara 1 centimeter að þetta braut, sko. Það er bara sem á gras. Let's have it. Já, okkarlega. Pálmarenni mista memónu, rigningin er búinn. Það er rúður í gangi. Samt er svona mistur núna í gangi einhvern veginn. Það er döggský og svona smá þoka, já. Svo mistur eins og segir. Herru, það gæti komið bara á síðasta hring rigning, held ég, sko. Alveg? Ég veit ekki, ég ætla að kíkja núna. Það væri náttúrulega alvöru veisla, sko. Það væri svo geðveikt, sko. Af því að núna er búið að vera þurrkur bara heillengi, sko. Það sýnir ekki að mappinu eins ský. Þessi Sæmi, hann er komin bara 2 sekundur í hann Valla. Já. Hann komið tölur. Nei, já, Valli straujaði fram í honum. Hann kom út í pittin með þetta er svipað. Það var reynda 4 held ég, hann er búinn að saxa eitthvað á honum. Já, sko Sæmi er á hörðum, hann er væntanlega að fara að keyra til loka. Já.
Valli er á hálslitnum hörðum. Ég held að hann ná ekki til loka, sko, hann á 7., 7. og 8. hring eftir. Hann á bensín til loka. Já. Nei, hann á ekki bensín til loka. Hann þyrfti að eiga, maður þarf 25% fyrir hring ef maður er að spara, sko. Já, það er rétt. Men hann þarf að pitta aftur. Já, það er svolítið bara vel gert. Það er líka geggjað kameraview hann á alltaf, sko. Náði akkurat engulinn inn í beina bara. En já, þannig að hann besta stöðun fyrir hann er að henda sér bara í pitt eftir þennan hring og bara medium og... En þú sé að Dan er að saxa sekundur á Pálmari Henry en að hann var í 12 sekundum og nú er hann komin í 9, bara hann hefur gert mistök út af hennar beinagafla. Já, Danni er á mediumdekkju líka, þannig að ég hugsa að Danni reynir þá til enda, hann er með bensín í það, sko. Pálmari Henry líka, hann er á hörðum. Þannig að Danni ætti hann á að saxa niður þessar 9 sekundur á þessum 2,5 hring. Danni nær því, sko. Ef hann gerir ekki, ef hann gerir ekki út af. Annars ok, það er Doddi og Binni. Nei, Binni og Addi. Let's go. Addi hefur gert mistök út af beina. Rosalegt múl og Addi bara held ég hafi bremsað hana, sko, þú veist, til að hleypa hana fram úr bara. Já, þau settir replay-markið á það, ég verð að segja þetta aftur, sko. Já, klálega, sko. En Addi var greinilega að vera full tillitsamur hana í þessar beygju. Já, tillitsamur gæi. En auðvitað á alveg 20 kannski kilometrum eða 15 kilometrum hægari hraða. Já. Nú er Doddi að ná honum hérna. Já, Doddi er alveg komin skotið. Já, en Óli var að koma með mjög góð skilaboð hérna í chatið. Like á streymið. Það voru 20 að horfa. Herri, já, like á streymið. Hvað eru komið mörg like? Ekki láta mig fara að shame ykkur hérna í chatinu, sko. 23 að horfa núna. Það þýðir náttúrulega bara 30 likes. Ég fá öllum sem eru búin að like, hver eru búin að like, sko. Því hérna, þá getum við siktað út þessa unlikers. Doddi út í blöðulínuna. Missar aðeins á hann. Aðeins hægja á sér. Mér langar að sjá þetta aftur hérna með Binna og Adda. Doddi aftur út í... ok, hann sleppur skemmt. Addi er bara svo rosalega hægur. Já, og svo slæðir hann alveg vel af líka í leiðin, sko. Þetta var vel hefnað, þetta var bara split second decision hjá honum Binna að taka inn öðruna. Nú eru 24 að horfa, sko, þannig að það þýðir bara 34 like ætti að vera komið, sko. Já, koma svo. Þessi ég er ekki eins og búin að like þetta sjálfur. Herri, ég er búin að like þetta og ég er búin að dislike þetta og like þetta aftur, sko. Við þurfum á svona likeum að halda, við þurfum að fá smá, views á þetta. Já. Hleypist aðeins inn í, algoritman. Já. Herri, 1,8 frá Binna Binna í Adda. Sjá, herru, 0,2 frá Sæma í Valla. Hann er að reyna þetta, hann reynir þetta. Hverju fá ekki... Út í grasið og þeir fara báðir út og Sæmi... Ég setti replay-markið á það. Það er eitthvað vitlaus að taka það, þetta fór allt í einhverja... Þetta var... Ég var að reyna að fá betra view á kamerunni og það... Sáum ekkert, kamera var á svo leiðilegum stað.
En þetta bara svo erfitt akkurat í þegar þessi blauta lína, þá Já. bara, þú veist, það bara Aftur fyrir þetta á svona leiðast að Já, já. En eins og ég segi, þú veist, það ekki, þessi lína býður ekki að þú veist, þetta bara... Það bara ein lína á því gegn, sko. Já, þetta bara... Hvor hefur meiri bóð? Já. Heyrðu, Valli, glemur beginni. Svolítið að henda í Chase Cam hérna eins og hann að biðja hann. Já, replayinu. Já, hann var búinn að skoða þetta í, sko, venjulegu kamerunni. Nú er Sæmi bara komin aftur í skottið á hann meila, sko. Hann var alveg Valli með skemmt. Uss. Þetta máli hvoru vill náttúrulega fara út Já. af í rauninni þurrulínni, sko. Þurrulínni, já. Og þetta er náttúrulega svo hættulegu kafli að þetta kemur í hennar sveik, þetta kemur svona S-beygja og þetta er... Já. Maður þarf að hafa allt grip í heiminum, sko. Akkurat. En þetta er ekki mitt að dæma. Nei, tala um að Valli... Nei, það er að tala með í tjatinu að þetta hafa ekki verið mikið pláss gefið og svona eitthvað. En Já, það er svona... ekki okkar að dæma. En þeir eru líka komin aftur í baráttu. Það er bara 1,5 á milli þegar hann hafi veislan heldur áfram. Það er einmitt eins og þú segir, hvoru vill gefa þurru línuna, sko. Já, akkurat, og þú veist bara, þú veist, báðir gætu, sýnist mér, svona argjúa að það væru með racing línuna, sko. Já, þannig að við erum ekkert meira að spá í því. Nei. Þeir eru að fara að bjóða okkur upp á geggjaða 2 lóka ringi, held ég, sko. Jep. Ekkert annað að gerast á braut. Erum að sjá. Nei. Þá hendur okkur hérna bara borð hjá honum. Já, honum Sæma. Nú má hann henda uppi hérna. Vala. Eða setja á Valla í chase cam og horfa aftur fyrir sig. Ég geti gert það. Nei, það fór ég villisátt. Fór að binna. Já. Ég var að spá okkur, ég sagði ekki Sæma að það var aftan. Mér finnst þetta alveg skemmtilegt sjónar þegar maður getur stýrt þessu með analóginu hægra, sko. Já, Þú veist. akkurat. Sérstaklega á braut sem maður kannski leyfi það, sko. Þú veist, Já. sem er ekki svona þröng, sko. Svo er þetta nefnilega líka skemmtilegt þegar maður er komin í, sko, svo hérna, þar sem maður sé spoilerinn. Já, klálega. Já, þú getur ekki stýrt viewinu samt eins og þú ert þegar þú ert í chase cam.
Nei, það þarf ekkert svo sem. Ég skal kíkja hvort það sé einhverjir svona að... Nú Sæma að komast nálægt. Ég var náttúrulega að byrja að saksa Óla en... Hann í alveg veseni kallinn, sko. Herðu. Sjáðu... Já, Valli er náttúrulega eftir að fara í pit. Já, mér sýnist það... Það vera bara... Já, ok. Er Valli að fara í pit? Já. Hann er ekki að fara annar hring á þessu bensinni. Já, hann er ekkert að fara annar hring á þessu bensinni. Herru, ég er ekki fann að taka eftir því. Sæmi er bara í góðum gýr, sko. Já. Ok. Það er sama, við fáum baráttu. Það er Já, klálega. gott TV. Maður sé, það ætla að tjekka bensinstöðuna hjá fleirum. Valli hefur eiginlega bara óvart ítt að taka. Nei, við vorum að skoða þetta á það, manstu. Hann hérna... Við vorum að tala um það. Hann þyrfti í rauninni að fara inn eftir 7. hring, á síðasta hring. Af því að hann myndi hvort þeir ekki ná til enda. Já, rétt. Jú. Við vorum að tala um það. Já. Rauð spjöld hérna í chatinu. Svo fyndið ég sé ekki emoji-ana í hérna PlayStation, þannig að ég sé bara eitthvað red card penalty eitthvað. Já, X eitthvað, þú veist, já. Ég sé reyndar þessi kiwi sem að Hilmar er að setja. Já, ok. Kiwi. Þegar hún er að fara utan hurðin eitthvað að velja. Já, skemmtilegt að segja frá því að hann Jói hann var að sýna Kiwi bara á hundasýningunum og ekki. Hlaupandum inn á hestasalinn. Nei, ég segi nú, ég ætla ekki að henda út í rútuna. Allt í góð. Planið var nú samt uppalega að konan myndi gera það, en hún var að taka næstu sýningu. Já, það er að deila þessu. Já. En Kiwi vann fyrstu verðlaun, þannig að... Já, en hún var svo sem ein í sínu flokk. Það þarf ekki að koma frá. Best á brít, hún er með medalíu, þannig að það er... Já, nákvæmlega. Heldur betur. Nú er Sæmi að koma hratt, maður. Hann slæðir af. Já. Núna er nefnilega ekki blautalínan, sko. Nú geta menn orðið aggressífir, sko. Já. Spurning hvort að vita að Valli þurfa að fara í pit. Ég hugsa ekki svo. Það skikir aldrei ráð fyrir í rauninu, sko. Valli fer ekki. Valli fer ekki pit. Hann heldur þetta sem síðasti. Hann er náttúrulega í... Bíddu. Komst hann ekki í pit út af... Hann var benslaus? En líka... Sko... Hann er bara að fara... Komst hann ekki... Við vorum að ræða þetta í grúppunni. Já. Ég ætla að skoða aðeins... Jú, hann hefði alveg getað að fara í pit. Af hverju fer hann ekki í pit? Já, hann hefði getað það. Við rætt... Já. Heldur að haldið þetta væri 7 hringir, sko. Hann er náttúrulega svo líka auðvitað í, hérna, VR, sko. Já, þú sér samt hringina í VR. Já. Sem að þú veist, 7 og 8, þú veist. Já. Þetta eru 8 og 15 hringir í dagatalinu. Já. Já, ok. Við vorum að ræða þetta í grúppunni daginn. Mér fannst þetta að vera eins og þetta væri 7 hringir líka, sko. Ég var ekkert að spá í opndeildin á hann, bara eitthvað, what? Heyrðu, er þetta 8?
Já, átti þetta að vera sjöringir eða? Nei, Vona ekki. dagatalið segir 8 sko. Já, akkurat. Nei, dagatalið segir 8 Ég fór mitt eftir dagatalinu bara. Já. Ég bara, já, ég var ekki búinn að skoða það betur þegar við áttum þetta samtal sko. Herru, stýrans Jónatan er búinn að detta úr sambandi 4 sinnum í reisinu. Nei. Æ. Hann er búinn að vera í alvöru í vestunni með bara tækni örðuleika sko. Já. Já, þetta lítur vel út fyrir Danna, 80 sekundur aftur í næsta. Það sem við ekki að fara að ná pálmarhenni í hérna, en þetta er bara... Nei. Hann er í góðum mál og hann er á allavega með safe podium ef hann gerir ekki mistök. Dotti að fasti slapp hérna, fjólblöðum. Haukur er 1,20 á undan. Lagur þetta grasi hérna. Já, það er ekkert smá. Það er ekkert smá sko. Bara á venjuleg braut, þá var hann að fara að hringa bara annarsæti sko. Hann er fjólubur 6 sekundur. Já, ok. Honum fannst að vera í vesinni fyrir þetta reis, bara svona að taka það fram sko. Er hann með svona Óla-syndrom? Já, basically sko. Það var bara, leiðis þetta væri bara búið sko. En hann sannar enn og aftur, þetta er svolítið eins og... Þetta var svaðalegt. Hann tók driftið hérna bara. Það hendaði þessu ríflegu. Hann Haukur? Já. Já. Ég held að hann var að fara að missa bílinn sko, hann er bara... Hann virðist hafa virkilega góð tök á hann. Já, hérna... Tekur bara sideways yfir kantinn sko. Já, hann er samt 7 sekundur fjólblór sko. Gæti að vera að fara að setja sinn besta tíma. 7 sekundur, það var hann að stefna í 8.05. Já. Ég skal fylgjast með hvort það sé eitthvað annað að gerast. Við erum að fylgja honum Haugina sem hann fekk ekkert að vera í mynd. Já, 9,2. Gullfallegu lavasjó lifir í hérna. Já, bókstaflega gullfallegu. Akkurat. Ég hef alltaf fílað þetta lavasjó hérna lifir í. Þetta er þetta er flott. retro stíl á því. Mjög flott. Virkilega. Rétt snesti væginn. Hann er bara tied to the end sko. Hann ætlar að taka rasta hringin sinn. Hörðu, 8 sléttar. Nánast 8-0. 0,2. Kemur í mark í fyrsta sæti. Til hamingju Haukur með sigurinn í deildinni og sigurinn í keppni. Ekki bara með þessi gríðarlega bara, já, flotti úrslit yfir tímabili.
Heldur betur. Svo langar mér svolítið að henda í hérna smá replay eftir keppnina og skoða hérna eftir fyrsta hringinn. Já, Þannig að síðustu beina, sjá chaosi sem var í gangi. Já. Kannski menn henda í tjatti hvaða hérna ring þeir muni eftir einhverjum atvikum. Já, ef það eitthvað sem að muni eftir. Sem þeim langar að skoða, já. Ég kemur að vera með, þú kynnir menn til lokalín. Já. Pálmar henni með rúðuþurrkurnar í gangi í sólinni. Þurrka burt sólargeislana. Er það Podium Podcast á Sigurvegara? Já, er það, já. Svo sem vitum ekkert hvort það vilja. Nei, ég reyndar. Haukur samt alveg ferskur sjám Lagoon, sko. Já. Getur alveg prófað? Já, hann alveg óra Maxinn, sko. Danni, þriði. Sæmi eftir brösulega keppni, já, hann klárar samt fjórði, það vel gert. Það vel gert. Binni, 50. Já, Binni með hörkur þess. Harðu, þarna barátta, það Doddi og Addi hérna. Draggreysi. Addi að taka snákinn hérna. Ég hélt að Lambon væri ekki með þennan endahraða, sko. Nei. Já, ok, þeir eru bara tímörki. Hann ætlar að, hann ítur honum yfir. Það er bara tímörk. Það eru samt ekki saman í liði. Ha? Nei, fyrir... Ég sá bara þetta rauða og svarta, ég var ekki Allir í MF Racing, Master Ferguson með honum. Og svo, já, auðvitað, svo þetta er Ramrod, maður. Það er það, og Haukur með hraðasta hringinn líka. Hraðasta hringinn 14 sekundur. Nei, 13 sekundur. Þú veist. Bara strákar í vorkinn ykkur í fyrstu hérna. Þetta var rosalegt. Haukur er komið til að brjóta drauma. Það heldur betur. Nei, hann er búinn að sýna frábæran árangur í bæði fyrstu, nei, í opnu og annari og hann er að vinna sig upp bara deildinar. Já, heldur betur. Hefur aldrei verið í hærri deildum, þannig að þetta er bara fullkomlega bara verðskuldaður sigur og bara, já, heldur betur. Bara frammistaða út tímabili. Já, hann kom upp í aðra deild á þessu tímabili, var það ekki? Jú, þetta er bara hann vildi ekki taka tímatíku, hann átti bara sæti upp í aðra og hann bara ákvað að taka hann að... Já, hann var ekki búinn að taka keppni þegar að opna, hann kom inn í opnindeildina, ef ég mann rétt, og svo losnaði pláss, þá buðum við honum plássið upp í aðra deild og hann tók þetta bara og rúllaði þessu upp. Já. Hvort það hafi ekki verið einn keppni búinn með þessi eða eitthvað áður en það kemur upp. Úr opnu? Já, minni það. Tók hann ekki opnu í fyrra og vannst þið bara upp í aðra? Nei, það. Hann er ekki bara að byrja núna. Þess vegna eigum við bara að bjóða honum, sko. Já. En hann þarf alltaf að gera hann að ná voice hann. Já. Ég er ekki búinn að því. En þeir eru það, Haukur fyrstir í fyrsta sæti, Pálmarinn í annar, Danni þriði, Sæmi fjórði, Binni 50, Addi 7, Doddi 7, Jónas 8, Ólafur 9, Jónatan 10, þetta er Stýrisbrass og Valli Matt 11. Þetta er að hafa ekki pittað, en það skilja hann vel að svo sem hafa farið út. Já.
Herðu, en þá skulum við bara kíkja á Já, leiðilegt replay. fyrir hann, já. Líka ég... Já. Já, ef Ingi mynd nefna það hvort hann hafi ekki verið of upptekinn að hleypa honum fram úr. Þetta er eitthvað atvik hann áðan. Hann Addi? Nei, sem sagt, Valli Matt hleypa honum, hvað var ekki Sæmi eða Addi? Nei, málið var bara að við áttum einhverja samræður og hérna... Nei, sem sagt, núna áðan, sko. Já, hvort þetta hafi verið hringja... Nei, ég held að hann hafi bara haldið að þetta væri 7 hringi, sko. Eða þú veist, bara... Þú ert samt með þetta bara fyrir fram að þig, sko... Þó sért í VR hringina. Já. Þannig að þetta á nú ekki að fara fram með manni, sko. Nei. Nei, hann var nefnilega... Var on to go úrslit, sko. Já. Var þetta ekki bara... Á fyrsta hringa sem var að byrja að rigna, það var á öðru hring. Nei, það var á fyrsta hring. Ekki meira Haukur, hvað gerist í honum? Hann bara nær ekki að bremsa. Nei. Út í kant. Svo kemur hérna Sæmi eftir honum. Já, þetta er kannski sérskilin að þér. Chaos. Já, það væri fínt ef þú myndir gera það. Sjá. Já, þetta verður bara ein kaka þarna, sko. Já. Þetta sjáum við Valla, Dotta og Sæma. Valli og Dotti ekki í skemmtilegri stöðu. Já, Dotti gefur þetta eftir. Nei, en Dotti var sniður þannig, sko. Hann sá fram að Valli myndi fara vítt, sko. Já. Og þarna fer einmitt Sæmi út í vegg og Valli á eftir honum og Dotti nær ekki einu sinni að stoppa. Og hann var ekki að fara hratt, sko. Hann var bara að fara mjög varlega, sko. Þetta er nefnilega þessar kröppubeygir í þessari bleyti á hard sérstaklega, svo soft. Já, Pálmarhennir fer bara yfir grasi meira þess að, sko. Og Jónatan fær... Nei, já, hann fer bump þarna frá Binna. Og ég held að þarna hafi byrjað svo þetta er bara... Hann alltaf lent í því að stýra hann statt út miljónsinnum, sko. Þannig að byrjaði svona helfurinn hans Jónas Tórs. Og ekki að ég hlæja helfurinn, en helfurinn hans. Þeir eru bara eins og pingpongkúlur hérna bara alla braut, sko. Þetta er rosalegt. Herri, já, Binni, hann fattaði að það væri rigning á leiðinni, þannig að hann valdi soft til þess að vera bara á góðu peysi þangað til að rigningin kæmi. Ok. Þannig að hann er bara sniður. Já, þetta er move, sko. Það er nefnilega alveg hægt að segja það, sko. Svo kemur Danni hérna og hann sér bara... Það er bara eins og hann sér bara lift og krúsittingur hérna bara. Já, lift og krús. Já, bara strákinni mætti bara hérna, bara á track day. Danni heppir samt að sleppa við þetta allt saman. Hann sér líka bara chaosi sem er í gangi hérna fyrir fram að sig. Já, akkurat, þetta er Dotti þarna, að koma hægra meginn frá. Hvað er Dotti að gera, má ég sjá hann aðeins? Já, maður sé, ég ætla að segja þetta hérna aðeins frá Danni kemur hérna og sér það bara hérna Jónatan eitthvað að reyna að koma sér áfram. Já, svo er Jónatan akkur, já. Og Dotti Dotti var bara eitthvað að taka donut. Þetta er svo mikið vesen og hard, sko. Já, hann tók bara Gymkhana hana á leiðinni í pit. Shí.
Þetta er fáránlegt. Þetta er svolítið skondið, sko. Já. Og Danni og Addi græða svolítið á þessu, þeir sjá bara, þú veist, gulflögg, þú veist, það er bara bara ok, ég að fer að vita það er bremsa, allt í bara. chaosi. Svo bara, já, maður sjá. Nei, hörðu, og Binni og Pálmar fara aftur saman að það. Já. Og líka Jónatan Anton þurfti, það kom slætandi inn í pit, sástu það? Ha, Það var einhver Porsche sem kom slætandi inn í pitin. Var það Binni eða? Ég held það. Það var allan að, já, það var Binni. Úff, þetta er svo erfitt því hann lendir líka upp á grasinu bara í magna, það er engin stjórn. akkurat. Svo heldur hann fram. Svo bara eitthvað, herri, ég held að taka smá drift hérna. Já, og Jónatan alltaf næst ég búin að gleyma að fara í pit. Já, en fekk hann 3 sek fyrir þetta? Af því þetta Já, er bara ætli það keilur, ekki. það er engin hvít lína þarna, sko. Það er nú reyndar alveg fróðlegt, sko. En Jónas, hvernig nær hann að... Hvernig er þetta út í honum? Hún sé bara fullt af bílum og... Og sjá, hvað það var... Já, hann Illugi segir hérna að djúvel hefðu Inders mist ekki mín borga sig í þessari keppni. Akkurat. Hann er silt framhjá þessum, framhjá chaosinu. Nei, Jónatan fær ekki ræsingu. Nei, hann fekk ekki rafsingu, ok. Takk fyrir að taka tjekkið á þessi, Jónatan. Það veit maður það. Akkurat. Svo sem man ég ekkert eftir einu meira þannig, en það var alltaf fullt sem gerðist. Þetta var allavega svona skemmtilegasta chaos ég að horfa aftur. Já, klálega. Er eitthvað sem, tjattið er ekkert búinn að benda okkur á neitt, maður sjá. Það er bara kiwi og rauðspjöld og dab. Það er allar að dabba hérna í tjattinu. Dabba. Já. Hósta í olbúan. Já, hóst í olbúan. Cough in elbow. Elbow cough. Sérðu út af fulli, sérðu bara stafina. Já. Herri, já, Binni fyrir hann úti. Þetta var tæft. Já. Á hvaða dekkjum er Binni hana? Hann er á vets. Nei, hann er á full vets, já. Bara svo hérna, þú veist, það er bara... Haukur er á línunni, Sæmi aðeins neðar, svo bara minkar það eftir því sem við förum aftar. Akkurat. Já, þetta var mjög interesting, sko. Þannig að maður veit það allavega að eftir, ef það er ekki búið að rigna eins mikið, segi eins og þetta myndi nokkuð tíma að gerast í úrvarsdeildinni. Það er að ligga við, sko. En já, hann veit maður þetta allavega, þú veist að ef maður er fyrstur og það er ekki búið að rigna meira, þá, þarna fór hann 3 ár. Já. Af því hún langaði bara beint út á þurrulínuna. En ef maður spáir í því, þá tapar maður samt, ja, þú veist, ok, jú, þú tapar alltaf, en maður gæti samt grætt, já, að þú kemst beint út á þurru, gætir verið að þú tapir svona svona 2,5. Maður græði svona hálfa sekundu að maður fara svona snemma út. Danni einmitt segir hérna, hann segir að það verið invaluable, önskan góð, að vera með race director. Já, nákvæmlega, að vera með einhvern eiranu til að segja manni, sko. Já, þá fekk hann þessar allar upplýsingar bara beint í æð. Já, hver var race directorinn þess? Það er góð spurning. Einhverjum Rabarótt. Bara voru að Það vera ásæll. Það verið með bara annað eira í kemminni og hitt bara hitt á útsendingu. Það hefði við bara Danni kældi dekkin. Ási og Ársæll voru með honum í tjatinu.
Þannig að þeir voru með, já, það er nefnilega, í svona reysi getur það reynst Heldur sterkt, betur. Kannski við fáum Himma til að leikstýra okkur á reysdegi. Já. Heldur betur. Himma og Jónur. Já. Herðu, en erum við þá ekki bara orðnir góðir í kvöld? Það er bara fyrsta deildin á morgun. Já, lokar Já. reysið í fyrstu deild. Já, það byrjar, var það ekki 9? Ef maður rétt. Jú, Himmi var búinn að tryggja sér sigur í þeirri deild, eða ekki? Já. Jú, og svo er úrvalsdeildin á, Himmi Já, one hérna. time. já, Himmi one time. Og hérna, úrvalsdeildin á miðvikudaginn. Þú ert búinn að tryggja þér sigurinn þar. Það er allir búinn að tryggja sér fyrsta sætið í öllum deildum. Andri var búinn að tryggja sér opnu deildina. Já. Haukar var búinn að tryggja sér aðra segir deildina. Himmi í fyrstu deild og þú í úrvalsdeild. Segir nokkuð. Já. Það er að spyrja hverju fara upp. Allavega þessi 3 sem að fara upp til. Já, ég skal tjekka hérna á stöðinu á deildunum. Sjá, úrvalsdeild. Lof mér að sjá. Herðu, það eru þá Haukurinn og Sæmi og Valli Matt. Eða bytti, maður sjá. Pálmar Henry, hann lendir í hvaða sæti með Öðru. Valli hætti keppni, en Valli þá er samt með náttúrulega, maður sjá, Valli þá með 97 stig gild, að þessi keppni dætt út í rauninni. Maður sjá, og þá þeir eru báðið með 97, maður sjá, nei. Pálmar Henry lendi í hvað, segir þið? Öðru. Já, hann fær 20 stig, maður sjá, ég sko reynda á. Pálmar, maður sjá. Annars þetta er 20 stig, ekki? Jú, en svo náttúrulega hættir Valli í keppni, þannig að það er náttúrulega minnst 10 stig. Nei, þá haldast stigin hans bara tótalstigin hans, af því þú veist, þá er þetta keppni sem þetta er út í rauninni. Já, en það er refsing fyrir að hætta keppni samt. Var ekki svoleiðis? Aha, Ef ég maður rétt, já. 10 stig fyrir að fara út úr lobby. aha. Það held ég. Sjá. Geta menn. Sjá. Ég skal bara fletta því upp hérna. Já. Já, Danni segir hann náttúrulega mínus 10 stig að Valla út á reitskveitt, já. Að þú veist, RQ. Þetta er reitskveitt, það var bara einhver mistök. Já. Sjá. Maður skilur hann svo sem alveg, ég myndi ekki nenni að keyra hringinn á 80.
Nei, það gerir það að verkum í rauninni að Pálmar Henry kemst upp í 3. sæti og fer þá upp með hérna Sæma og Hauk upp í, nei, en síðan náttúrulega nei, svo er náttúrulega tímatökur, en það er þegar svo margir hætti fyrsturinn og veit ég ekki hvernig það virkar, ég ætla ekki að vera að tala með Hérna, yfirgefi keppandi lobby áður en allir keppendur hafa lokið keppni fara 10 stiga refsingu og verður skráður sem DSQ. Fara engin stig fyrir keppnina. Tekið verður til þess ef viðkomandi dettur út vegna netvandamála, rafmagnsleysis eða annarra skiljanlegra vandamála og fallið verður frá refsistigum. Svo sannarlega þannig brottfara að ræða. Verður En þá helst líka keppandi það þannig, skráður. þannig að það er alltaf bara, já, sorry. Já, og verður keppandi skráður DNF í staðinn. Þannig að, Já, en þetta er náttúrulega þannig bara að fara 3 upp úr deild og þótt að vanti svona marga í þá fyrstu deildina, þá er bara tímataka restina af sætunum, eða ekki? jú, leifa Gunnar að segja alveg fyrir víst, en jú, ég held að það sé svoleiðis. Já. Allavega eins og staðan er núna, þá er í rauninu bara, þú veist, fallsætin, þeir sem eru í rauninu hættir, sko. Þannig að það svo sem breytir ekki þannig, sko. Og tímatökur sætin þannig þó að sé hinsvegin, eða þó að væri hinsvegin, réttar sagt. Þannig að hérna, yes, en nóg það, erum það ekki bara góður í kvöld og hérna. Jú, heldur betur, ég þakka bara fyrir kvöldið og... Fyrsta deildin, var það ekki örugglega klukkan 9? Sjá, ætla að tjekka. Jú, það er alltaf flýttið sem hálftíma. Hjá okkur allavega. Sjá. Þá hefst sem sagt tímataka klukkan 9. Já, og tímatakan er korter. Já. Og ekki 10 mínútur, annars myndu menn bara ná úthring og hálfring eða eitthvað. Já. Þannig að hérna. Yes, þannig að það verður fjör. Það vandur bara að verður jafn mikið fjör á morgun og það er náttúrulega 2 tíma keppni á 15 hringir. Já, þetta eru fáir í fyrstu deild en frábæri ökumenn, þeir ættu að gefa okkur gott sjó. Heldur betur. Og hvað þá ef við fáum eitthvað svona fjör áttur maður, það væri bara frábært. Já, segðu þið, við ættum eiginlega bara að lauma inn smá rigningu það. Já, nákvæmlega sko. Og svo úrvalsdeildin á sama tíma á miðvikudaginn. Já. Það verður ennþá meira fjör. Og það eru náttúrulega langflestir ennþá á braut, þannig að það er hérna. Það er oftast fullt lobby hjá okkur. Já, heldur betur. En þá byrjum við bara góður kvöld, takk fyrir okkur og sjáumst stressa á morgun.